Hér í innbænum á Akureyri hefur listamaðurinn Kristinn G. Jóhannsson komið sér vel fyrir á vinnustofu. Þessar mundir vinnur hann að stórri sýningu fyrir næsta ár, en ég fékk hann til að sýna mér þau verk sem hann hefur unnið síðustu árin. En það vill svo til að í dag, 21. desember, heldur kappinu upp á 85 ára afmælið sitt. Til hamingju höfðingi. Ég hef komin undir súð. Í þeirri merkingu ég nýfluttur hér nýja vinnustofu í henni gömlu Akureyri, í miðbæ Akureyrar, rétt við Höfner og að koma mér fyrir þar og byrjaður. Og þessi flutningar höfðu síðan og Hard War höfðu síðan þau áhrif að ég fór að mála kalviði eða það sem við mér blasti vor þegar að ég fór að ganga mína venjulegu morgungöngum Kjarnaskóg, þá blasti við brotinn skógur og svona hálf kaldranlegt, og þegar annað bættist við sem að ganga yfir okkur í þjóðfélaginu, þá var svona eins og kalviðir væru upplagt yrkisefni, og ég hef verið að fást við það núna undanfarið, en ég hef svo sem alltaf alla mína tíð verið landslagsmálari í þeirri merkingu að ég hef alltaf verið mjög tengdur náttúrunni, sótt í það, en oftast hefur það ekkert líkst því sem maður sér, heldur orðið til svo náttúra sem ég bý til sjálfur undir áhrifum af náttúrunni. En hins vegar þá þetta sem sagt nýtt. Hér ég nógunni nálægt því sem ég hef fyrir augunum, af því að hér sjást tré og náttúran eins og hún blasti við mér í vor þegar ég byrjaði á þessu. Þetta mál má vera dæmigert það sem ég hef verið að fást við undanfarin ár. Þetta svo náttúra sem ég hef verið að mála. Ég hef verið nokkuð fastur í því að mála nágrennið mitt hér á Akureyri, þar að segja brekkurnar eða hlíðarnar og svo pollinn, látið speglast í, og áferðin orðin nokkuð sérstök vegna þess að ég enda ferilinn, eða þegar ég þykist vera búið með myndina, þá fer ég yfir með sandpapír, eins og góðir iðnaðarmenn gera. Þeir ljúka sínu verki með því að fara yfir með sandpapír, það er að segja smiðir. Ég af smiðum. Kemur að því að þessi förstu form í þessu þau sleppa, þau bara sleppa, þau hverfa fyrir þessu sem að verður miklu lausara í byggingunni kannski má segja, en aðalega verða formin miklu fjölbreytilegri heldur en þau voru. Og hér þetta orðin að myndast einhver kjarni hér sem að gæti þá táknað það sama eins og ég var að sýna áðan, það er að segja gæti táknað mannabyggð þarna inn í þessum landskap eða þessu. Og þarna sem sagt ég farin að leysa upp formin, miklu meira heldur en ég gerði áður. Þetta leiðir síðan hvað af öðru, þangað til ég farin eins og sást áðan, farin að mála bara trén í skóginum, eins og þau hér bil eru. Fást við núna og þessi sýnir það sama mótífið. Ég
festist gjarnan í einhverju og losna ekki alveg við það strax og þá verða til svona seríur sem að, og þetta er hlut af seríu vetur við Glerá og byggist raunar á þessu sama. Ég fer mér frjálslega með fyrirmyndina eins og sjá má, en af því að málverk er sko málverk en ekkert annað og þess vegna þarf í rauninni ekkert að hafa það orð þó það kannski geti gefið aðeins hugmyndum hvað að baki býr ef nokkuð annað en að búa til málverk sem náttúrulega það sem að stefnt að og þá skiptir auðvitað engu máli hvað maður segir.